Góðan daginn, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, bæjarritari og fjármálastjóri sem eru hér saman komin á Zoom fjarfundi vegna þeirra takmarkana sem eru upp í samfélaginu vegna COVID-19 faraldursins. Ég býð ykkur velkomin á 302. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann hér með settan. Fundurinn tekinn upp líkt og hefur verið og verður hann sendur út á vef Fjarðabyggðar að honum loknum. Áður en ég fer yfir dagskrá fundarins þá leita ég afbrigða frá boðaðri dagskrá og á dagskrá bæjarstjórnarfundar verði tekinn sérstakur dagskrárliður lántaka 2020 hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Lántaka sem var samþykkt á fundi bæjarráðs nr. 690 og sá liður verður tekinn sem liður nr. 12 undir almenn mál. Er einhver sem hreyfir við því andmæli? Svo virðist ekki vera og telst það því samþykkt. Á dagskrá fundarins hér í dag er eftirfarandi. Fyrsta dagskrá eru almenn mál. 1. Fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021-2024 sem eru tekin til síðari umræðu. Fundargerðir bæjarráðs nr. 689 og 690 sem eru bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 276, fundargerð hafnarstjórnar nr. 253, fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 81, fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar nr. 33 og fundargerðir barnaverndarnefndar nr. 124. Þá eru einnig 4 mál undir lið almenn mál 2 sem eru lið 9, deiluskipulag Holtahverfis, óveruleg breyting, fækkun og breyting lóða, lið 10, endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs, liður 11, stjórnkerfisnefnd og liður 12, lántaka 2020 hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Líkt og hefur verið þá notum við spjalli sem hér til hliðar til að óska eftir því að taka til máls og bæjarfulltrúar greiði atkvæði með handauppréttingu. Einnig bið ég fundarmenn að hafa slökkt á hljóðinu þegar ekki verið að taka til máls. En þá göngum við í dagskrá og fyrst almenn mál 1, fjárhagsáætlun Fjarðabyggð 2021-2024, síðari umræða. Jón Björn Hákonarson, bæjarstjóri, mælir fyrir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana hér í síðari umræðu. Gjörðu svo vel, Jón Björn. Takk fyrir forseti og góðir bæjarfulltrúar, bæjarritari og fjármálastjóri sem einnig hér við fund. Tengdum þessum fjarfundi, því eins og kom fram í máli forseta erum enn á þeim stað að við þurfum að nýta okkur tæknina meðan ennþá eru þessar takmarkanir uppi. Hér fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2021 til 2024 lögð fram til síðari umræðu, eins og áður segir. Á milli umræðna í bæjarstjórn hefur fjárhagsáætlun fengið töluvert mikla umfjöllun bæði í bæjarráði og eins innan starfs hjá starfsmönnum sveitarfélagsins, fjármálastjóra, innan borði bæjarstjóra og sviðsstjóra. Það sem hefur verið farið yfir ýmsa þætti, bæði til þess að horfa á áætlunina í ljósi milli umræðna í ljósi næsta árs en efna til þess að undirbúa og undirbyggja þau markmið sem bæjarstjórnin hefur tekið til umfjöllunar og innan bæjarráðs núna upp á síðkastið með næsta ár og næstu ár í huga. Það sem helst hefur breyst milli umræðna í áætluninni núna það einnig tekin breyting sem kemur fram í minnisblaði sem fjármálastjóri lagði fram núna í bæjarráði á mánudaginn síðastliðinn þar sem bæjarráð samþykkti breytingar á áætluninni og vísa henni hér til umfjöllunar og afgreiðslu. Búið að taka tillit til boðaðrar lækkun á tryggingagjaldi sem hefur verið kynnt af ríkisstjórninni á árinu 2021 0,25% sem þýðir þá lækkun launakostnaðar 9,5 milljón og þar af 8 milljónir í A-hluta. Jafnframt búið að vera að vinna í tengslum við málaflokk fatlaðra og það sem komið þar jafnvægi á útgjöld eins og segir í minnisblaðinu. En í fyrri tillögu okkar við fyrri umræðu gerðum við ráð fyrir 20 milljóna króna halla á rekstrinum en í gegnum byggðasamlag og málefni fatlaðra höfum við fengið nú tekjur á móti þannig að þær tekjur hafa verið hækkaðar.
Jafnframt voru voru villur sem voru í framsetningu útgönguspár sem hafa verið sem lýstu sér í misræmi á milli handbærsfjár í samstæðu og aðhluta og líka ekki á jafnvægi innri viðskiptum. Þannig að það er búið að ganga frá og taka tillit til þess að leiðrétta þessar villur og jafnframt var sett inn uppfærð kostnaðaráætlun í tengslum við byggingu nýs íþróttahúss á Reyðarfirði. En ljóst að útgangspunktur þar hefur verið náttúrulega 410 milljóna króna fjárfesting sem mun verða ef líkindum lætur 480 tæpar og hefur verið þá sett inn uppfærð áætlun og fjárfestingaráætlun breytt með tilliti þess. Jafnframt sett inn framlag í tengslum við það á árinu 2022 þar sem gert ráð fyrir og bæjarráðið fjallað að taka hluta af viðbyggingu þá í notkun. Þannig að þetta hefur gert það að verkum að útkoma A-hluta vex 68 milljónir króna núna milli umræða og eigið fé og vex og handbært fé A-hluta vex sömu upphæð. Þannig að áhrifin eru slík að afkoma A-hluta hefur þar leiðandi jákvæð 30 milljónir til viðbótar eða 40 milljónir króna sem ég vil taka fram að afskaplega ánægjulegt að sjá. Það sem við gerum ráð fyrir alltaf 130 milljónir króna tapi á tímabili þessa árs í ljósi þeirra efnahagslegu aðstæðna sem við vorum í og gat orðið. Engu að síður, ég ætla svo ekki að lesa mína skýrslu sem fylgir eða greinargerð bæjarstjóra sem fylgir náttúrulega fjárhagsáætlun svo gefur að skilja. Ég hef uppfært hana með við þessar upplýsingar og svo sem umræðu milli, þá umræðu sem hefur átt sér stað milli umræðan í bæjarstjórn. Ætla svo ekki að lesa hana aftur í efnislegarun með sama bragð og var hér við fyrri umræðu. En það liggur fyrir að við þurfum að taka samt til á nýja ári og fara yfir og rýna rekstur Fjarðabergs. Við höfum rætt hér áður og í okkar markmiðum að horfa til bæði náttúrulega innan fræðslumála að skoða bara það kennslutíma, það módel sem notum við kennslutímamagn. Við viljum nýta okkur líka það úttekt sem fyrirtækið Ráðurík lagði hér fram fyrir núna í haust í tengslu við íþrótta- og æskulýðsmál að horfa til þeirra svona ráðleggingar sem þar koma og þeirra hugmynda inn á málaflokki æskulýðs- og íþróttamála. Allt þetta, við viljum horfa til frekari eignasölu eða sem fækka eignum okkar, nýta betur það sem við eigum, selja það sem við erum ekki að nýta til þess að minnka rekstrarkostnað og ná svona betri heildarsýn á það, bæði upp á viðhald og fleira. Allt eru þetta aðgerðir sem við höfum farið rætt vel að ég tel inn í nefndum, inn í bæjarráði og erum að horfa til að vinna að núna með ákveðnum hætti fram á vor 2021 því að þá þurfum að liggja fyrir svona áætlana römmum fjárhagsáætlana 2022. Ég held að það sé mjög skynsamlega sem hefur verið valin í þessum efnum að gefa okkur þennan tíma því að margt af þessum aðgerðum þurfum að fara vel í gegnum því að við höfum náttúrulega hag svo íbúa okkar og notenda að leiðarljósi. Ég held að þetta sé, eins og áður sagði, góð leið að hafa þetta undirbyggt með þessum hætti, setja sér þessi markmið og taka sér tíma því að sannarlega gefst ákveðið andrými. En við þurfum að mæta því við gerum ráð fyrir með lántökum á næsta ári og næstu 2 ári tengslu við fjárfestingar því að við erum þetta á sama tíma höfum við brugðist svona kannski við því ekki bara þeirri þörf því að það hefur verið áfram og mun verða full þörf til fjárfestingi Fjarðabyggð á næsta árum en líka náttúrulega því ákalli eða svona áskorun kannski frekar að segja ríkisvaldsins sem það hefur verið að opinberir aðilar í árferðum svo nú fari ekki að skera blóðut niður, heldur takast á við það að fjárfesta í innviðum og í framkvæmdum og sannarlega höfum við brugðist við því, bæði náttúrulega það liggur fyrir að áætla fjárfestingar næsta árs slagina í milljarði á B-hluta. Þar verður náttúrulega hæst sem sagt bygging íþróttahúss, undirbúningur og hefja framkvæmdi við stækkun leikskóla á Eskifirði, leikskóla Stalborgar sem eru löngu orðin tímabær aðgerð, bæði í ljósi þess að það að myndast biðlistar ásamt því að starfsaðstöðu og fleira þarf að bæta í þeim skóla og gera breytingar og síðan náttúrulega mjög umfangsmiklar fjárfestingar í Hafnarsjóði eins og verið hefur síðustu ár í fullri þörf í þeim
það sem þessi mikli uppgangur í sjávarútvegi hjá okkur, sem eitt af þessum eina af okkur styrku stoðum, okkar sterkasta stoð í atvinnulífinu. Það er náttúrulega að horfa til að 300 milljón króna fjárfestingar í Höfn á Eskifirði í tengslum við nýtt fiskiðjuver og frystigeymslu Eskju, sem mjög brýn aðgerð, sem mun á endanum þegar henni verður lokið kosta allt undir við milljarð króna, sem vel varið til þess að styðja við þá miklu uppbyggingu sem þar er. Ég held að þetta sé tengslum þessar fjárfestingar gerum við ráð fyrir að þurfa að mæta þeim með lántökum á næsta ári alltaf 180 milljónum, en við og eins á árinu 22 og síðan 100 milljónum árið 23, en við gerum ráð fyrir því með okkar vinna við séum að ná úr árangri rekstri til þess að minnka þá þörf til lántöku á móti fjárfestingunum. Þannig ég held að verkefnin, þau hafa okkur aldrei skortið í fjárhætti sem betur fer, ég held að það sé mikill kostur, en ég held að við höfum til þess gott ráðrúm núna. Við horfum til ýmissa breytingar sem ég held að sé gott að undirbúa og vinna vel með og vinna vel að á næstu mánuðum, en leið leggjum fram fjárhagsáætlun sem á allan hátt að ná þeim markmiðum að gefa jákvæða afkomu í erfiðu efnahagsástandi, leið að tryggja öfluga þjónustu í sveitarfélaginu og öfluga umgjörð, ekki síst hið fjölskylduvæna samfélag sem hefur verið svona inntak bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og bæjarstjórna að halda hér utan fjölskylduvæn samfélag. Í þeim málum sjáum við hvort sem við ræða niðurgreiðslu skólamáltíða sem við gerum ráð fyrir að taki að gildi að fullu næsta haust, lágum leikskólagjöldum, tónskólagjöldum, öflugum systkinaafsláttum. Allt þetta er gríðarlega mikilvægur liður í að efla okkar samfélag, standa vel að fjölskyldunum okkar og leið bara að gera okkur að ennþá ákjósanlegri stað til að búa, því að það sannarlega er við. Síðan bíða okkur líka mörg verkefni því tengd, í tengslum við uppbyggingu húsnæðis og fleira, að geta stuðlað að því sem verða áhugavert að takast á við næsta árum og við farin að stíga fyrstu skref í. Þannig að með ákveðnu ánægju sem maður fylgir fjárhagsáætlun og hlaðið til síðar umræðu, að því að svo sannarlega það var ekki sjálfgefið í því ársferði sem við erum í núna og í óhjákvæmilega munum verða á næsta ári í efnahagslífi, að ná þessum árangri og geta staðið vörð rekstur sinn, þann rekstur sem við viljum skaffa íbúunum okkar, það umgjörð sem við viljum gera atvinnulífinu okkar og geta fjárfest. Þannig að með þessu læt ég máli mínu lokið og hef mælt þá fyrir síðari umræðu fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 21-24. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón Björn. Ég ætla aðeins að taka hérna til máls undir þessum lið og ætla að byrja því að ítreka sérstaka þakkir til fjármálastjóra, bæjarstjóra, sviðsstjóra og formanna nefndafólki og bæjarfulltrúum og öðrum starfsmönnum sem hafa komið að þessari vinnu fyrir vel vinnustörf. En núna er fjárhagsáætlun 2021 og til 3 ára hér lögð fram til síðari umræðu og samþykktar í bæjarstjórn og þegar hefur bæjarstjórn farið vel yfir áætlunina og þær breytingar sem urðu á milli umræðna. Eins og við höfum oft rætt í þessari vinnu þá erum við að takast á við mjög sérstakar og fordæmalausar aðstæður í dag á tímum heimsfaraldurs, ásamt því að það er aflabrestur á loðnu sem hefur verið síðastliðin 2 ár og óvissa framundan í þeim málum. Og því er mjög ánægjulegt að við sem að skila fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar fyrir árið 2020 í hagnaði þó svo að áfram verður unnið að hagræðingu eins og hér hefur komið skýrt fram. Haldið verður áfram í framkvæmdum í sveitarfélaginu og uppbygging á hafnarmannvirkjum sem er gríðarlega mikilvægt fyrir hjól atvinnulífsins og ný viðbygging við leikskólann Dalborg á Eskifirði sem og bygging nýs íþróttahúss á Reyðarfirði. Þetta eru verkefni sem auka lífsgæði fjölskyldna og gerir Fjarðabyggð enn betri kost til að búa á eins og bæjarstjóri tók fram hérna áðan. Við erum með afgreiðslu þessara fjárhagsáætlunar að svara kalli frá ríkisstjórninni að sveitarfélög reyni sem mest að halda uppi þjónustustigi og framkvæmdum.
ekki meiri bili frá mér. Ragnar Sigurðsson heitir morðið, gjörðu svo vel Ragnar. Takk fyrir, forseti, bæjarstjóri, aðrir bæjarfulltrúar. Byrja á því að þakka fjármálastjóra og starfsfólki sveitarfélagsins og nefndafólki fyrir þá miklu vinnu sem við höfum verið að leggja í fjárhagsáætlunum undanförnum vikum. Fjárhagsáætlunin ber glöggt merki þess að við höfum okkur hefur ekki tekist að gæta nægilegs aðhalds í rekstri sveitarfélagsins á undanförnum árum. Og reksturinn hefur farið frá því að vera sjálfbær, þar sem við höfum markvisst verið að greiða niður skuldir og hraðar en áætlanir gerðu ráð fyrir, og í það umhverfi sem við erum í núna, þar sem við erum komin í skuldasöfnun á ný og framlög fjárhagsáætlun ber merki það. Við horfum á reksturinn á undanförnum árum að þá sýni ársreikningar það að rekstrarkostnaður sveitarfélagsins á undanförnum 3 árum hefur farið úr rúmum 5 milljörðum í 6,5 milljarð árið 2019, og að þessari 1,5 milljarðs króna rekstrarhækkun um 600 milljónir vegna kjarasamningsbundinna launahækkana og fjölgunar stöðugilda. Og þarna kemur líka inn í sameiningin við Breiðdalshrepp, en þar á móti koma einnig tekjur. Og við höfum undanförnu verið að kljást við auka lántökur til að endurfjármagna lán til þess að endurfjármagna þau lán sem við erum með og erum með háa greiðslubyrði til þess að létta undir rekstrinum á næstu árum. Og það því ákveðin vonbrigði að við séum að fara enga síður í áframhaldandi lántökur. Og við getum ekki við það unnað og munum ekki styðja fjárhagsáætlunina og leggjum fram eftirfarandi bókun. Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð greiðir atkvæði gegn framlagðri fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021-2024. Eins og fram hefur komið í fyrri bókunum flokksins þá er lagst gegn frekari skuldasöfnun sveitarfélagsins. Við teljum að hafa brýnt að snúið sé frá núverandi stefnu skuldasöfnunar og reksturinn verði sjálfbær að nýju þar sem jafnvægi sé milli tekna og útgjalda sveitarfélagsins. Í fyrsta sinn í áraraðir er áætlað að skuldahlutfall A og B-hluta Fjarðabyggðar hækki og fari úr rúmum 110% í rúm 118% á næsta ári. Þá er á áætlun fram til ársins 2023 að taka langtíma lán fyrir tæpa 2 milljarða, þar af 700 milljónir til að endurfjármagna núverandi lán, sem skapar aukið svigrúm í rekstri til ársins 2024. Þrátt fyrir það er gert ráð fyrir áframhaldandi skuldsetningu sem Sjálfstæðisflokkurinn getur ekki unað við og greiðir því atkvæði gegn fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Bókun lýkur. Það er alveg ljóst að okkar mati að það er nauðsynlegt að fara í aðhaldsaðgerðir eins og bæjarstjórinn kemur inn á í greinargerð sinni með fjárhagsáætluninni. Og við erum reiðubúin að koma að þeirri vinnu eins og við höfum verið. Og við köllum bara eftir tillögum þess efnis. En svona í ljósi þess að stefnt er að slíkri vinnu á næsta ári, þá svona liggur beinast við að spyrja háttvirtan forseta og oddvita meirihlutans hvar hún telur best að byrja á þessari rýnivinnu og hvenær megi ætla að við byrjum á henni og hvar hún telur hvar það liggi beinast við að hagrætt verði á næsta ári og árum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ragnar. Að sjálfsögðu er þetta bara vinna sem hefst strax og eins og bæjarstjóri kom vel inn á áðan og við erum að og þetta er þetta bara eitthvað sem við eigum alltaf að vera að skoða og það er verið að við letum taka úttekt, ráðurík tók úttekt hjá okkur á málaflokkum eins og í íþróttum,
málum sem verið að fara að rýna. Þetta þetta vinna sem bara hefst strax og sem verið í gangi. Og við höfum að horfa á það í öllum okkar málaflokkum. Jón Björn hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Þakka fyrir forseti og góðir bæjarfulltrúar. Aðeins bara í framhaldi af því ummælum Ragnars Sigurðssonar bæjarfulltrúa. Bara svona bregðast í þetta. Ég hef alveg fullan skilning á því að í stjórnmálum þar sem áherslur eru misjafnar, þá komið fram bókanir og sem gerir grein fyrir afstöðu og menn takist að styðja ekki fjárhagsáætlun. Það er bara skoðun sem ég ber virðingu fyrir og því. Ég hefði gjarnan viljað sjá það vegna þess að í nefndum almennt að mér hefur sýnst og heilt yfir hafa menn haft ágætis samráð og samtöl fjárhagsáætlun, þó sé ekki kannski sammála allar þá breytingar sem á henni eru gerðar. Þá hefur það verið og ég held að það sé mjög mikilvægt hvernig sem fer afgreiðsla er að það sé gott samtal, hið vinsæla orð samtal, það sé gott samtal milli flokka það sem þeir eru undir og síðan ná menn saman eða það verður niðurstaða. Kannski svona nokkru atriði sem við kannski að menn hafi í huga samt þegar menn fara fram á völlinn. Óráðssía finnst mér nú aldrei neitt sérstaklega svona, ef ég hef náði rétt á hann, Ragnar leiðréttir þá ef hann hefur ekki notað þá er það óráðssía í fjármálum finnst mér mjög merkilegt. Ég get ekki sagt það. Við getum haft á því mismunandi skoðanir hvað sveitarfélag á að standa fyrir, hvað það á að bera niður í þjónustu og haft á því skoðanir hvort sé rétt eða ekki, eins og ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn hefur á ýmsum þeim málum sem við höfum verið með, eins og niðurgreiðslu skólamáltíða sem þeir eru á móti. En að kalla það óráðssíu finnst mér svona gildishlaðið orð mjög og gefa til kynna að menn svona sé að fara illa með fé. Mér finnst það ekki, við getum haft á því skoðanir hvað þjónustu viljum veita og hvað við viljum koma á framfæri. Hvað varðar skuldaviðmið sem er rétt hækkandi, þá er nú kannski rétt að hafa nokkur atriði í huga sem einmitt greint frá í fjárhagsáætlun og menn vita. Við höfum skuldaviðmið og skuldahlutfall rekst út frá að skulda er hækkandi líka vegna þess að við erum að missa út frá okkur tekjur. Við gerum ráð fyrir því að eftir 1. apríl fari hjúkrunarheimilin, við höfum sagt upp þeim samningi, þau fari út úr rekstri sveitarfélagsins og það með þeim fer tekjugrunnur sem hefur náttúrulega verið. Við höfum jafnframt einnig selt rafveitur Reyðarfjarðar og þar voru inni tekjur einnig sem höfðu þessi áhrif. Það spila líka inn í hækkun á þessum viðmiðum. Þannig að það er rétt að hafa það í huga að þessar tekjur áætlum við burt og leið þeim náttúrulega rekstur sem þeim fylgir. Þannig að það mun að hafa áhrif, sannarlega. Hvað varðar einmitt þetta, þá fórum við hér í gegnum einmitt endurfjármögnun og sú sem var tekin hér ákvörðun daginn að fara í til þess að bæði létta rekstur sem er rétt í því árferði sem við sjáum fram á, skynsamlegt að gera það með þeim kjörum sem nú bjóðast. Það er eðlilegt í rekstri fyrirtækja sveitarfélaga menn skoði endurfjármögnunar möguleika þegar menn hafa þá þegar menn er að takast á aðstæður eins og eru núna undir og það gerir það verkum að það eru náttúrulega mjög ákjósanlegir í þessu vaxtaumhverfi sem við erum að fara úr vaxtakjöru sem vorum í rúmlega 4% og niður í 1,4% í endurfjármögnunni sem gerir það verkum að lántökukostnaður annað verður óverulegur að greiðist nettast út. Þannig bregst maður á við mismunandi aðstæður. Það er eðlilegt í öllum rekstri að menn takist á við og greiðinu skuldir í þeim góðærum síðan það kreppir að menn þurfa þá jafnframt að jafnvel eins og núna að við viljum halda við fjárfestingum, viljum halda áfram á þeirri braut sem eru til þess að skapa bara almenna velsæld í samfélaginu, skapa vinnu og líka við erum í fjárfestingu sem eru til framtíðar fyrir þetta samfélag. Fjárfesting í íþróttum og Reyðarfirði til framtíðar, fjárfesting í leikskólastækkun,
Hvað sem við horfum að þær fjárfestingar sem við erum ávallt með fjárfestingar undir sem takast á við þann rekstur og þá þjónustu sem við viljum veita. Og það var eðlilegt og skynsamlegt að fara í það á þessum tímapunkti. En þegar að síðan, getum við sagt, og við þurfum þá líka að geta nýtt okkur það að þegar að svo atvinnulífið og almennar aðstæður Íslands eru góðar, þá getum við dregið úr, en þá þurfum við líka að vera búin að komast á þann stað og við erum sannlega að gera það núna með framkvæmdum okkur við leikskólana, bæði við Lyngholt á Reyðarfirði sem er nú lokið, við Dalborg. Þetta er allt saman aðstæður sem við erum bregðast við fjölgun barna, gerum það betur umgjörð en starfsfólki okkar. Þetta er allt saman mjög nauðsynlegar aðgerðir. Þannig að ég held að það sé rétt að hafa það í huga líka, en að sjálfsögðu virði það að menn telji, menn hafi svo bara skoðun á því hvað menn eiga að veita í þjónustu og annað slíkt. Það er bara eðli stjórnmál og gerir það verkum að fólk aðhyllist mismunandi skoðanir í þeim efnum. Það var ekki fleira í bílnum, en ég vil náttúrulega nota þetta tækifærið, ég ætla að gera það í lokin en kannski til þess að vera ekki að koma hér aftur inn að ég ætlaði mér áður en að vera atkvæðagreiðslu áður en atkvæðagreiðslu gengið að nota þetta tækifærið og þakka náttúrulega starfsfólki, fjármálastjóra sérstaklega fyrir samstarfið og alla hans vinnu í tengslu við fjárhagshaldinu eins og hefur komið fram og menn þekkja, þá er mikil vinna við fjárhagshaldinu hvers árs og hún hvílir þetta á herðum starfsmanna og nefndarfólks og kjörinna fulltrúa, en líka náttúrulega mikið til og hann stendur náttúrulega svona heldur utan að þá vinnu sem er mikil, þannig ég vil náttúrulega að þakka honum og náttúrulega öllum starfsmönnum og nefndarmönnum og kjörnum fulltrúum bæði fyrir þessa miklu vinnu sem að baki í fjárhagsáætlun liggur. En það var ekki fleira, forseti. Takk fyrir. Þetta bæstjóri Einar Már Sigurðsson hefur byrjað að gera söguleginar. Forseti, ég langar að byrja á því að fagna sérstaklega því lífsmarki sem nú bærist með Sjálfstæðisflokknum í Fjarðabyggð. Það er mjög ánægjulegt þegar að þeir lýsa yfir ákveðnum skoðunum og það hressir mig eiginlega allverulega að þeir ætla að greiða hreinlega atkvæði gegn fjárhagsáætluninni. Það í mínum huga er ábending það að við séum á mjög réttri leið og bætir hana enn betur. Mér fannst hún nógu góð fyrir en ég er enn ánægðari með hana núna. Rökstuðningur var líka afar sérstakur fyrir því að greiða atkvæði gegn vegna þess að það er einhver trúarbrögð sem að mér heyrðist jafnvel á Ragnari að hann væri farin að trúa nema hann sé með þennan hefðbundna áróður að halda hlutunum bara nógu oft fram að þá í því traustu þess að aðrir fara að trúa því líka. Vegna þess að ég kannast bara ekki við þetta að menn hafi verið að greiða skuldir langt fram úr áætlunum þar hér áður. Ég kannast alveg við það að skuldahlutfallið var að lagast en menn hljóta átti sig á því að það er hlutfall. Það er að segja það er hlutfallið og ef að tekjur hækka að þá lækkar skuldahlutfallið. Þannig að þegar að tekjur hækkuðu þá eðlilega lækkaði skuldahlutfallið. En þetta var nú ekki aðalatriðið. Það sem mér þykir merkilegt er það að eins og framkom hjá bæjarstjóra í nefndarstarfi, starfi bæjarráðs og annars staðar, þá höfum við ekki séð í fundargerðum neinar tillögur sem að meirihlutann hefur verið að fella. Þannig að efnislega er nú ekki margt sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur sýnt á spilin. Og ég var nú að vona það þegar að bæjarfulltrúi Ragnar færði rökin fyrir því að greiða atkvæði gegn, að þá kæmi nú að minnstu hugmyndir það hvernig mætti gera reksturinn sjálfbæran eins og það var orðað. Altså hvað í rekstrinum er það sem á að skera af? Hvað er það í rekstrinum sem breyst hefur svona frá því að Sjálfstæðisflokkurinn hér var í meirihluta sem er ástæða til þess að taka tilbaka? Síðan það sem að snýra af því að sem ég heyrði að það er á móti því að sé verið að taka lán, þá það náttúrulega að koma með rökin fyrir því hvað við ætlum að gera í staðinn. Það sé að rökin fyrir því að við ætlum ekki að feta sömu leið og ríkisvaldið hefur boðað og ekki bara boðað heldur hvatt sveitarfélögin alveg sérstaklega til og það er verður gaman að fylgjast með þessu uppsteyti Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð gegn formanni sínum, því að hann hefur verið helsti talsmaður þess að sveitarfélög taki lán til þess að auka fjárfestingar og tryggja það að ekki verði fækka störfum. Nú við höfum aldrei þessu vant hlýtt á það þennan erkibiskups boðskap og reynt að feta í þessi spor.
En Sjálfstæðisflokkurinn í Fjarðabyggð, nei, nú á ekki á formann þeirra að hlusta. Þannig að það styrkir mig bara í þeirri trú að hlusta kannski örlítið meira á Bjarna heldur en ég hef gert fram að þessu, því að ekki hef ég mikinn áhuga á því að fá leiðarstefið úr herbúðum Sjálfstæðisflokksins í Fjarðabyggð. Takk að sinni. Takk fyrir þetta, Einar. Ragnar Sigurðsson hefur boðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir og örlítið til þess að koma inn á það sem að Jón Björn og Einar Már kom inn á. Jón Björn talaði það samstarf og samtal sem er búið að vera í nefndum og annað og í bæjarráði og við höfum átt gott samtal og gott samstarf að ég tel. Þó svo að það sé ekki samstaða öll mál og mér þykir þeir félagar bregðast ansi skringilega við þessari bókun sem maður mátti sjá fyrir og í fullu samræmi við það sem við höfum talað fyrir innan bæjarráðs og í bæjarstjórn. Og svo það sé alveg á hreinu að þá talaði ég hvergi í minni ræðunni í bókunu óráðsíu og veit ekki hvaðan bæjarstjóri hefur það og ekki nema það sé þá bara einhver tilfinning hjá honum. En ég talaði að við hefðum ekki gætt nægilegs aðhalds í rekstrinum og þar var ég bara einfaldlega að horfa til bæjarstjórnar og við þurfum öll að leggja árar saman við að finna flöt á því að við getum ekki haldið áfram óbreyttri stefnu næstu árin og þó svo sé COVID núna þá erum við að gera ráð fyrir lántöku til 2023. Og það er einfaldlega eitthvað sem að við getum ekki lagt stuðning okkar við og ég er alveg sammála því að margar af þessum fjárfestingum eru nauðsynlegar og gott að fara í það en við getum dregið saman í rekstri á móti og þó svo við myndum draga úr rekstri að þá eru fjárfestingarnar það miklar á næsta ári að það væri hvergi hægt að túlka það þannig að við værum að fara gegn stefnu stjórnvalda. Og mér þykir þeir félagar í samfylkingunni í meirihlutanum ansi tíðrætt Bjarna Benediktsson og það nú jákvætt að þau séu farin að horfa til þess en ég vil nú benda þeim á það að samfylkingin er eini flokkurinn sem neitar því að vinna með Bjarna Benediktssoni. Þannig að það er nú fróðlegt að hugsa til þess að þeir séu núna sammála honum í einu og öllu. Þannig að það er bara vel og ég held að það sé þá bara gefi vísbendingu til þess að hlutirnir horfi þá til betri vegar og því að ég held að við séum alls ekki að tala gegn stefnu hans í einu eða öðru og við bara getum hort á hversu miklar fjárfestingarnar eru á næsta ári og umfram það sem hefur verið á undanförnum árum. Og ég held að það sé bara gott en við getum mætt í rekstri sveitarfélagsins með öðrum hætti og það er rangt sem að Einar Már hélt fram hér áðan. Við hefum ekki lagt fram neinar tillögur. Því að við lögðum fram tillögur og höfum rætt frekari tillögur inn í bæjarráði og lögðum fram tillögur þar inn og ég get bara lesa þær upp. Þær tillögur sem við lögðum til inn í gögn málsins sem var skoðað inn í bæjarráði og ýmislegt af því hefur komið inn í fjárhagsáætlunina að einhverju leyti, annað ekki. Við ræddum líka fjölmargar aðrar tillögur þannig að það er bara rangt og Einar verður bara að fylgjast betur með. Og svo er líka rangt hjá honum að skuldahlutfallið hafi ekki lækkað eða hafi lækkað hraðar en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það er bara hægt að fletta því upp í skýrslum KPMG og áætlunum sveitarfélagsins fyrir ára. En ég ætla að byrja að lesa þessar tillögur sem við lögðum til inn í bæjarráði. Eina af þeim var að horfið verði frá að minnstakosti tímabundið stefnu gjaldfrjálsar skólamáltíðir og fæðisgjaldið fyrir máltíð í grunnskólum hækka úr 150 krónum í 300. Áfram yrði Fjarðabyggð með einna lægstu skólamáltíðir í grunnskólum landsins. Við lögðum líka til að gerð nýrrar heimasíðu Fjarðabyggðar á árinu 2021 yrði frestað. Við lögðum til að laun bæjarstjóra og kjörinna fulltrúa Fjarðabyggðar yrði lækkuð tímabundið
10% fyrir árið 2021 og myndum þar að leiðandi leggja fram gott fordæmi og við lögum líka til að leita hagkvæmari lausna varðandi skjalageymslu fyrir Fjarðabyggð en fyrirhugað að fara í kostnaðarsamar breytingar á Lúðvíkshúsi svo hluti hússins geti gegnt því hlutverki. Við lögum til að leita yrði leiða við að sameina húsnæðiskosti sveitarfélagsins og hagræði kostnaði vegna viðhalds og eignarhalds í fasteignum og þar yrði aukin áhersla lögð á sölu eigna og þetta er eitthvað sem allir eru sammála að ég held. Og þá lögðum við einnig til að stöðugildum innan Fjarðabyggðar yrði fækkað árið 2021 með því að sameina störf í gegnum starfsmannaveltu sveitarfélagsins og eftir því sem við á og undir. Og þá lögðum við til að lóðinni við Nesskóla yrði frestað til ársins 2023 en framkvæmdir þar eru fyrirhugaðar árið 2025 og þar vorum við að horfa einfaldlega til þess að það væri ekki skynsamlegt að fara í hönnunina á lóðinni þetta löngu áður en fyrirhugað framkvæmdir eiga sér stað. Og það væri miklu nær að hönnunin væri nær framkvæmdunum. Og þetta allt saman tillögur sem hafa verið ræddar og sundavissu eins og til dæmis hönnunin á lóðinni á Nesskóla eru svona væntingar að ofanflóðasjóður sé að fara í framkvæmdir og þá þurfum við að gera ráð fyrir þessum fjármunum í fjárhagsáætlun sem gott og vel en þetta var allt saman tillögur sem fengu umræðu og þannig að það bara einfaldlega rangt að við höfum ekki lagt neitt til. Ég þakka fyrir þetta, Ragnar. Orðið er laust Rúnar Már, gjörðu svo vel. Svo erfitt í mælskjörinn og strákurnar eða maður verður bara spérhættur fyrir þetta. Sko, við ætlum að taka lán upp á 180 milljónir en við erum rauninni bara með nýframkvæmdir upp á 80 þannig að það er nú svona frekar súrt að þurfa að taka þá 100 milljónir til rekstrar. En ég nú áður sagt ykkur að ég afar bjartsýnn maður að við fáum þessar 100 milljónir út úr loðninu í vetur. Einar Már var að tala hvar við ætlum að skera niður. Það eru rauninni bara 3 atriði sem hægt er að skera niður í. Það er í íþróttaspriklinu, það er í sundinu og það er í skíðunum. Þetta eru 800 milljónir sem fara í þessa liði. Síðan erum við búin að blása út í félagsmálunum og þar eru komnar einhverju 700-800 milljónir og það þarf að skera niður þar líka. Svo vitum við þetta með skólana að við þurfum að skera verulega niður þar. Þessir 3 liðir, þeir eru bara að taka 80% af öllum okkar tekjum. Og þess vegna er svolítið kjánalegt að menn ætla að fara að skera niður einhvers staðar annars staðar. Maður sker bara niður það stóra. Maður getur aldrei skorið niður þetta litla. Svona sem fólk getur glöggvað sér pínlítið á þessu, að þá erum við eyða 55 milljónum í vegi. Og það er það sem að flestir vilja nú helst skera niður í stjórnuninni, en ekki kannski fólkið. Ég held að núna komumst við nú ekki öllu lengra í fjárhagsáætlun. Þannig að ég ætla nú að styðja hana. En ég bendi samt á þetta einu sinni enn, sko. Þetta er bara hlutir sem við höfum í rauninni ekki efni á. Við höfum ekki efni á því að vera með svona dýr íþróttahús, dýrar sundlaugar og skíðadæmið. Þetta er bara eitthvað sem við höfum ekki efni á að gera. Félagsmálapakkinn hjá okkur eða kostnaðurinn, hann er líka orðinn allt og hár. Hann blæs bara út og við höfum ekki efni á honum. Það getur vel verið að ástandið sé ekki gott í Fjarðabyggð,
en ástandi í Fjarðabyggð er ekkert miklu verra en það hefur verið. En þessi liður, hann blæs samt út og við bara höfum ekki efni á honum. Ég ætti láta þetta bara gott að sinni. Þakka þér fyrir, Rúnar. Einar Már Sigurðsson, gjörðu svo vel. Forseti, bara örlítið til viðbótar. Ég byrja hjá Rúnari, þar sem að Rúnar fór með og sko það viðhorf sem er mjög auðvelt að skilja og hann bendir auðvitað á þætti sem bara sjálfsagt að skoða og ég vil meina að við höfum verið að skoða og séum alltaf að skoða. Og ég er líka sammála í því að við förum ekki lengra núna, þannig að við erum alveg sammála þar. Skýrsla frá Ráðrík segir okkur auðvitað að við þurfum að skoða, og það kom nú ágætlega fram hjá bæjarstjóra á þenn, að það er það sem við farið í fyrst, það er að skoða sem sagt íþróttapakkana og fara yfir þau mál öll og við reynum að finna lausn á því sem að vonandi kostar minna. Það er eðlilegt að stundum eins og í félagsmálapakkanum að þar þurfum við að bæta í. Það er að segja, ef það er markmið með því, og markmiðið hjá okkur hefur verið mjög skýrt, það eru snemmtæk íhlutun sem á síðan að spara þegar að framlíða stundir. Það er að segja að vandamál sem kemur upp, að það sé leyst sem allra fyrst, því að það gerir ekkert annað ef það er ekki leyst annað en að aukast. Og þar leiðandi verða úrræðin, því lengur sem við drögum þau, verða þau dýrari. En það er ljóst þegar er verið að breyta. Þá getur þau verið dýrari í upphafi. Þannig ég vona nú svo sannarlega að við náum að þú er sammála Rúnar í því, þetta þarf að draga úr þessum kostnaði, en hann má ekki vera á kostnað þeirra sem minnst mega sín. Við þurfum að fara mjög varlega í þetta og ég held að þetta hafi verið heillaspor og ég vonast til að sjá fram á það að þetta muni draga síðan úr kostnaði. Þannig að við erum nú held ég svona miklu meira sammála Rúnar heldur en ósammála. Hinn þátturinn frá Ragnari, sko ég veit nú ekki alveg, ég þarf nú greinilega að fara að halda mér í þjálfun í kennslunni því að ég heyri það að hann hefur misskilið eiginlega það sem var meginatriði hjá mér. Það er að segja að ég sagði í fyrsta lagi að það væri rétt og fór yfir það hélt ég hvernig skuldahlutfall lækkar. Það getur lækkað án þess að menn sé að borga hraðar niður skuldir. Það er bara vegna þess að þetta er hlutfall. Og hlutfallsreikningur hefur nú alltaf verið svona eitt af því skemmtilega sem ég hef kennt, þannig að ég geti ef einhverjir í vandræðum með átt að segja á hvernig hlutfall er hugsað og þá geti ég alveg gefið einhver tími í því bara þegar að menn eru tilbúnir að mæta. En þannig að þetta er alveg ljóst, við erum alveg sammála um það skuldahlutfallið lækkaði, en skýringin er þess að tekjurnar jukust og þess vegna lækkaði hlutfallið. Þannig að það er ekki vegna þess að menn voru að borga eitthvað miklu meira en menn ætluðu. Varðandi síðan tillögurnar. Ég sagði var þetta, ég sá hvergi í fundargerðum en eina tillögur frá Sjálfstæðisflokknum hefði verið felldar. Þær voru hvergi, þær voru til umræðu, eins og kom mjög skýrt fram hjá Ragnari og sjálfsögðu það rætt og tekið úr þeim tillögum sem líka kom fram hjá Ragnari. Það sumt hefði verið skoðað og sett inn og það er bara verulega til bóta og þakkarvert því að oft sjá nú betur augu en auga þannig að það er vonandi þetta bæta hluti og vonandi maður gert það. En meirihlutin hefur sem sagt hvergi verið að fella eina einustu tillögu frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins. Það er mjög skýrt en þannig ég var bara að leita eftir sem rökunum fyrir því að vera gegn fjárhagsáætluninni og þau eru þá helst þessi að það er lántakan vegna þess, ef ég hef skilið Ragnar rétt, vegna þess að það er hægt að þeirra mati að skera það mikið niður í rekstri að það þurfi ekki að draga neitt úr fjárfestingum. Það verður fróðlegt að sjá þær tillögur þegar að framleiða stundir því að það er greinilega ekki tilbúna núna. Meðan við hugmyndirnar sem framkomu þá heyrðist mér nú að því að það fylgdi nú ekki tölur öllum tillögunum sem ekki var tekið tillit til. En það þarf nú að fara held ég ef að þessar tillögur eiga að duga fyrir öllu fjárfestingunni. Þá þarf nú að skela hans í hressilega niður í þessu og það verður lítið eftir í suma þessu sem þarna var nefnt en ég er nú hræddur að 5 milljarðirnar í skipulagið á lóðinni í Nesskóla mun nú ekki koma á móti öllum fjárfestingum. Svo dæmi sé tekið því að þetta voru nú yfirleitt týndist mér frekar litlar upphæðir sem þarna var týnt til.
En ég ætla nú ekki að vera neitt að teygja lopan í þessu. Mér sem sagt endurtek að þó svo að Bjarni hafi nú hitt á rétta stefnu núna varðandi það hvernig við eigum að bregðast við þessu, þá ekki þar með sagt, eins og mér heyrðist Ragnar vera að gefa í skyn, að ég væri sko ekki bara það að ég væri sammálamorðin í einu og öllu, heldur var ég farin að tilheyra einhverjum ákveðnum flokki líka. Þannig að Ragnar er bara greinilega áfram í sínum sama drauma heimi og hann var þegar hann hélt hann hefði verið að borga niður skuldir af einhverjum miklum krafti. En ég ætla nú ekki að vera að trufla draumfarir Ragnars, þannig að hann má bara áfram svífa í sínum draumum. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta Einar. Bæjarstjóri Noreg, gjörðu svo vel. Takk forseti og góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla nú bara að byrja á því að mér finnst nú leitt ef ég hef sýnilega tekið rangt eftir áðan með óráðsía. Mér dettur nú í huga því ég hef séð svo mörg skrif eftir sjálfstæðismenn þar sem með tíðrætt að nota þetta orð að á samfélagsmiðlum að ég rugla saman. En málið er ekki það, heldur það sem maður finnst mjög mikilvægt. Við höfum mismunandi skoðanir á ráðstöfunum og svo framvegis fjármagns, en undirstaðan náttúrulega sú hvaða þjónusta er og hvaða menn vilja bjóða og hvaða skoðanir menn hafa tengslu með hana. Ég ætla aðeins að fá nota tækifæri út frá því sem Rúnar Gunnarsson sagði og ég held að það sé mjög mikilvægt í þessu og það er svona inntaki sem við höfum verið að vinna með er það að við viljum vinna okkur að framtíðarmarkmiðum sem við höfum lagt upp með núna sem við tökumst á við, sko, það er ekki heildarmarkmið alltaf, þú hefur ekkert upp úr því hjá sveitarfélagi að fara í blóðugan niðurskurð eins og stundum talað á einhverjum hendingskasti. Heldur að menn greini þá þjónustu, þá umgjörð sem menn eru með og fari þá átt vinni sig að henni smá saman. Sem ég held að við höfum rætt svolítið núna í þessum tillögum eins og kom frá Ráðrík og fleiri sem við höfum haft til að skoða og vinna með langtíma markmið. Og ég held að það sé og við höfum til þess ráðrúm í þessari aðstöðu sem við erum í, að við erum samt að ná jákvæðri rekstrarniðurstöðu sem er ekkert sjálfgefið núna. Við erum að fara þá leið að við erum komið með svona sín sammeila ef ég held að sem við munum stíga, þannig ég held að það sé. En stóra málið náttúrulega þegar við tölum umfang kostnaðar við ákveðna lið okkar, þá verðum við að hafa það í huga að eins og í þeim markmiðum sem við sett okkur með til fjölskyldu svo snemmtækri íhlutun sem ég held að sé alveg gríðarlega mikilvægt. Maður mælir ekki allt í peningalegum stærðum líka í sveitarfélögum. Maður líka mælir það í gæðum og í lífsgæðum og það stóra málið okkar náttúrulega er að ná utan á þann hóp sem á þarf að halda. Geta brugðist við sem fyrst, því að það ekki bara er það til kostnaðarlækkunar til langtíma litið, en það er líka bara til lífsgæða fyrir þá einstaklingar sem þurfa á því að halda. Og það er stóra málið okkar. Við erum að reyna að stíga inn með ákveðnum hætti, með kostnaði, sannlega auknum kostnaði, sem ég til að muni koma margfalt tilbaka, hvort sem það verður mældur í einhverju fjármagni í framtíðinni, eða hvort það verður mældur í þeim gæðum samfélags sem við viljum vera í. Og það er stóra málið. Ég held að sprettur sem við erum að þróa núna og erum að vinna með í anda Austurlands líkansins, ég held að þetta eftir að skila ótrúlega miklu fyrir þetta samfélag inn til framtíðar litið. Eflaust mun að skila líka fjárhagslegum ávinningi síðar meir. Ég hef minni samt áhyggjur af því að því fé er vel varið. Ef maður getur gripið utanum börn, þá sem þurfa að halda sem fyrst og komið þeim til aðstoðar og gert þeim það kleift að takast á við lífið á þann hátt sem með undir þeim stuðningi sem þurfa að halda, þá hefur maður fengið æði margt. Og ég held að það sé kannski stóri mælikvarðinn okkur, ég held að það er það sem við erum að horfa núna og ég er svona lít svo bjartsýnn á mörgleiti á þá vegferð sem við erum komin á. Þetta er vegferð sem við erum að þróa okkur yfir og þetta er það sem við þurfum að hafa sér viðmið, ekki síður. En auðvitað þurfum að geta borgað, ég veit að við þurfum að geta borgað sjálfsögðu, en það er líka, við skulum ekki gleyma okkur því við verðleggjum hlutina, við þurfum að verðleggja á fleiri en einn hátt, því að þetta skilar sig líka til framtíðar litið.
En það var ekki fleiri en þessu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið laust fjárhagsáætlun. Ég ætla þá að taka hérna sjálf til málsina öðru sinni. En mér finnst mikilvægt líka að við höfum í huga að og við erum á þeirri vegferð að styðja við atvinnulífið og velferðina og það þurfa á hvort öðru að halda til að halda stöðugleika í samfélaginu og til að halda upp í þjónustustigi í samfélaginu. Það vitum við öll. Og við höfum verið að stíga skref í átt á auknum jöfnuði og með því að tryggja velferð í sveitarfélaginu. Og það til hagsbóta fyrir alla. Og það eins og bæjarstjóri kom inn á áðan eins og með Austurlandslíkanið og gjaldfrjálsar skólamáltíðir, það bara hluti af þessari vegferð. En ég ætla að lesa hér upp bókun Fjarðarlista og Framsóknar. Bæjarfulltrúar Fjarðarlista og Framsóknar lýsa yfir ánægju með fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir árið 2021 sem liggur fyrir til samþykktar og afgreiðslu við síðari umræðu í bæjarstjórn. Þrátt fyrir að ytri aðstæður í efnahagslífinu og áhrif COVID-19 hafi reynt á Fjarðabyggð eins og önnur sveitarfélög hérlendis, hefur tekist að ná jafnvægi í rekstri A-hluta sveitarsjóðs fyrir næsta ár og snúa við væntum taprekstri sem stefndi í. Engu að síður býður áframhaldandi vinna við tillögur og lausnir til hagkvæmari rekstrar í A-hluta sveitarsjóðs á næstu árum og þannig að ná niður þörf á lántöku til fjárfestinga hans. Þetta vinna sem farið verður í og þarf að vera komið mynd á fyrir úthlutun ramma fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022. Samt nauðsynlegt í þeirri vinnu að hafa að leiðarljósi hag íbúanna leið og brugðist verið við hvatningu ríkisvaldsins sem fjármálaráðherra hefur talað fyrir. Nauðsyn þess að opinberir aðilar dragi ekki saman seglin í því ástandi heldur framkvæmi og haldi fólki í vinnu. Ég biðja bæjarritara að færa þetta til bókar. Þá, áður en ég spyr, þá orðið laust, eitthvað sem vill hver sér til hljóðs. Svo virðist ekki vera, þá ber ég upp lið 1, fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2021-2024 til atkvæðagreiðslu. Þeir sem hana samþykkja hefur merki. Rúnar, þú ert ekki mynd. Hann var búinn að gefa þá út að hann myndi samþykkja en hérna. Þurfum að fá hann í mynd, það hlýtur að koma. Það verður auglýst eftir Rúnari. Hann týndur, það kemur Rúnar. Ég var að byrja upp til atkvæðagreiðslu, gera bara upp hérna aftur, það byrja upp lið 1, fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar og stofnana 2021-2024 til samþykktar þeir sem það samþykkja. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Sitja á móti, sitja hjá fyrirgefið en á móti. Hverjir sitja hjá en á móti, sjálfstæðismenn á móti. Þannig að þá fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar stofnana samþykkt með 7 atkvæðum og fulltrúar sjálfstæðismanna á móti. Þá erum við komin í lið 2 sem eru fundargerðir bæjarráðs númer 689 og 690. Orðið laust þessar fundargerðir og formaður bæjarráðs Sigurður Ólafsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar, bara að fá orð nokkur atriði í þessum fundargerðum. Þessir fundir náttúrulega mikið snúist fjárhagsáætlunar gerð og
ég vil taka það fram, mér hefur fundist bara mjög fínt samstarf þjóðsveitlanargerðina í bæjarráðinu. Við höfum átt bara málefnalegar og fínar samræður við minnihlutann ýmsar hugmyndir það hvernig þetta gera betri í rekstri og sú vinna þarf náttúrulega bara eins og fram við komið að halda áfram. Við verðum að finna leiðir til þess að ná aukinni hagkvæmni í rekstri. Það blasir við, kostnaður hár. Við erum með samfélag sem þannig samansett með þetta marga byggðakjarna að þetta flókinn rekstur og við verðum að virkilega hugsa það hvernig við getum náð hagræðingu í rekstri. Og við erum með þessu ágætu skýrslu frá Ráðrík meðal annars til þess að vinna með. En við þurfum einnig, eins og Rúnar benti á, að skoða ýmis önnur mál og auðvitað eru það kannski stóru málaflokkarnir þar sem að stóru peningarnir liggja, fræðslumál, íþrótta- og tónlistarmál og þetta þarf alltaf skoða vandlega. Og ég gerir bara ráð fyrir því að við getum í góðu samkomulagi við minnihlutann haldið þeirri vinnu áfram og að við munum sjá leiðir til þess að hagræða í rekstri þegar við úthlutum römmum í vor. En aðeins koma nokkrum málum. Það í fundargerð 689 mál 24. Það sem sagt uppbygging íþróttahúss á Reyðarfirði. Við vorum semst að samþykkja að taka tilboði Mýrnets HF í húsið og fela framkvæmdasvið að bjóða út sökla og tengibyggingu og það er búið að auglýsa það nú þegar. Þannig að þetta verkefni er bara á fljúgandi ferð og það náttúrulega verður mjög ánægjulegt að sjá rísa gott nútímalegt íþróttahús á Reyðarfirði og það er náttúrulega salan á rafveitinu sem að gera þetta mögulegt að byggja þetta flott og veglegt hús. Það mun hins vegar verða náttúrulega mikilvægt verkefni að það verði haft mjög gott eftirlit með framkvæmdinni og við erum að bæta inn mannafla inn á framkvæmdasviðið til þess að auka eftirlit meðal annars og þannig að við vonum að það takist að keyra þetta verkefni vel áfram. Mál 3 sem er krafa Reykjavíkurborgar á hendur jöfnunarsjóðnum upp á 8,7 milljarða. Við vorum að taka þarna undir áskorun frá Skagfirðingum sem að hvetja Reykjavíkurborg til þess að falla frá þessu máli. Meðal annars vegna þess að það sé ljóst mál ég kom í fundargerð 690 mál 3.3 það er ljóst mál að jöfnunarsjóðurinn þarf að punkta þessu út, það er að segja að sveitarfélögin í landinu þurfa bara að lifa við þá skerðingar á framlögum. Ef að þessi risasumma á að koma úr jöfnunarsjóði og við tökum undir með Skagfirðingum í þessari áskorun og minnum á yfirburðastöðu Reykjavíkur sem höfuðborgar landsins. Þar er mjög stór hluti af stjórnkerfinu og opinberri þjónustu staðsettur, borgin nýtur mjög mikils góðs af því og framhjá því verður ekki litið og þannig að ég held að það sé gott mál að við tökum undir með Skagfirðingum. Mál 3.4 uppbygging íbúðarhúsnæðis aðilar sem að hafa áhuga á því að koma að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Fjarðabyggð. Gífurlega ánægjulegt mál og þetta eru aðilar sem að vinna að sambærilegum verkefnum víða um land og hafa staðið sig held ég mjög vel og það er mjög spennandi að sjá hvað verður úr þessu máli. Það er svona ákveðin
ákveðin markaðsbrestur á fasteignamarkaði á svæðinu. Hvað það varðar að byggingakostnaður hár, fasteignaverð ennþá það lágt að það eru ekki nema bara mjög útsjónarsamir og klárir aðilar sem að treysta sig í það að fara í að byggja og þessir virðast vera tilbúnir í þetta og það er von okkar að þetta muni skapa ákveðna hreyfingu á fasteignamarkaði, hugsanlega starta á þessari svona eðlilegu hringrás þar sem að eldra fólk getur fært sig í minna og hagkvæmara húsnæði og það skapist svona eitthvað eðlilegra ástand á markaðnum og það er náttúrulega björt framtíð í Fjarðabyggð held ég. Það er gífurleg þróun núna í laxeldi. Við erum með henni öfluga sjávarútveg, álverið, það ætti að vera eftirspurn eftir húsnæði á Miðausturlandi á næstu árum. Það vantar bara að koma þessu af stað og þetta er vonandi tækifæri til þess. Mál 3.6, sumaropnun leikskólana. Starfshópur sem skipaði var til þess að fara hann í saumana á því er búinn að skila sínu áliti. Þetta var svolítið rætt fyrir síðustu kosningar og það höfðu svona flest framboð áhuga á því að skoða þetta og það hefur nú verið gert og það var svona það var niðurstaða hópsins að breyta þessu ekki í bili og það er svona það kom ekki fram mjög eindregin krafa frá atvinnulífi og foreldrum breytingar á þessu þó að sjálfsögðu væru margir klálega til í það. Það myndi þýða aukinn sveigjanleika fyrir atvinnulífið og fyrir foreldra að einhverju leyti að stytta þann tíma sem þessum skólanum er lokað. En starfsfólk leikskólana var hins vegar mjög andsnúið þessu og hafði miklar efasemdir þessi áform og það er eitthvað sem að við höfum miklar áhyggjur af. Það væri mikið áhyggjuefni að samþykkja eitthvað sem að væri starfsfólki leikskóla algjörlega þvert geð. Eins og staðan núna, þar hefur verið mikið álag út af COVID og þar er viðvarandi álag vegna þess að mönnunin á þessum skólum er alltaf tæp. Það er allt of lágt hlutfall fagfólks sem er náttúrulega vandamál bara víða land. Ég held að hlutfall hjá okkur sé 28% fagmenntaðir leikskólakennarar og nú er komið eitt leyfisbréf fyrir alla sem eru kennaramenntaðir og það er opin og bein leið fyrir fólk til þess að flýja hreinlega bara upp í grunnskóla ef að tækifæri opnast þar og við höfum séð dæmi þetta nú þegar. Þannig að það er ekki bátur sem við höfum mikinn áhuga því að fara að rugga akkurat núna og við sjáum til dæmis að það er nýbúið að samþykkja það í Hafnarfirði að fara í svona breytingar og þar hefur verið mjög mikil óánægja meðal leikskólakennara og stjórnenda leikskólana. Þannig að þetta eru svona hlutir sem við þurfum að hafa í huga og starfshópurinn kemst að þessari niðurstöðu. Við ætlum að hafa þetta óbreytt í bili en það þýðir þetta ekki að við munum ekki geta hugsað okkur að skoða þetta síðar. Þetta verður kynnt vonandi vel fyrir foreldrum og minnt á það að það eru lausnir í boði með því að hugsa að flytja börn á milli leikskóla á sumrin þegar við lokum ekki öllum skólunum í einu og það er ákveðin tækifæri til þess að flytja börnin á milli leikskóla ef þannig aðstæður koma upp. Svo er það mál 3.8, húsnæði þjónustumiðstöðvar á Fáskrúðsfirði sem hefur verið hér til umræðu. Það var búið að vísa þessu til umræðu í ESU og í Hafnarstjórn og það
báðum þeim nefndum líst ágætlega á það að þetta mál verði skoðað betur. Og hafnarstjórn líst ágætlega, það var búið að gera þarfagreiningu á því hvað myndi henta best og niðurstaðan þar var svo að það væri best að byggja nýtt húsnæði. Það er að segja að það liggur fyrir að hafnarskúrinn á Fáskrúðsfirði ónýtur og það er að rífa hann og þeir starfsmenn þurfa aðstöðu ef þeir ætluðu að fara í áhald þá þyrfti að fara þar í framkvæmdir og umbætur. Þannig að það er talið svona vænlegast að skoða það að byggja nýtt húsnæði. Þannig að Hafnarsjóður myndi þá byggja nýtt húsnæði og við myndum sameina starfsemi Hafnarsjóðs og framkvæmdasviðs á Fáskrúðsfirði í eitt hús og selja þá annað húsnæði sem við eigum sem að mögulega færi langt upp í að borga þá brúsann fyrir það að byggja nýja aðstöðu. Þetta er alltaf til skoðunar, það þarf að fá verðmat á þeim húsum sem að Hafnarsjóður og sveitarfélagið á Fáskrúðsfirði áður en þetta ákveða nokkuð, þannig að það er ekki búið að neglanlegt með þetta en þetta er svona staðan á þessari pælingu akkurat núna. Fleira var það ekki í bili. Þakka fyrir þetta, Sigurður. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Það hefur enginn beðið orðið og því ber ég þessa fundargerðir upp til samþykktar. Þeir sem þær samþykkja, þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð eignarskipus- og umhverfisnefndar númer 276 og ég ætla aðeins að taka til máls undir þeirri fundargerð. Bara lið 1 umhverfisstefna Fjarðabyggðar. Það var lagt fram drög að umhverfis- og loftslagsstefnu Fjarðabyggðar ásamt kynningunni sem er núna endanlegri kynningu og henni var vísað til bæjarráðs, það hefur verið samþykkt þar. Það er ekki verið að samþykkja stefnuna sem slíka, það fer svo bara í lögbundið ferli, en í rauninni var verið að samþykkja fara í þetta kynningaferli og bara aðeins að hafa orð á því að það þetta bara verið að fara þessa leið núna út af stöðunni í samfélaginu vegna COVID-19, þannig að það er ekki hægt að hafa íbúafundi og með hagsmunaaðilum og almennum íbúum. Þannig að þess vegna farið svo leið að taka upp myndband til kynningar sem verður þá sent til hagsmunaaðila og íbúar geta kynnt sér málin. Fleira var það ekki, þannig að orðið laust fundargerð eignarskipus- og umhverfisnefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerðina upp til samþykktar þess sem samþykkja fundargerð eignarskipus- og umhverfisnefndar númer 276. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið fundargerð Hafnarstjórnar númer 253. Orðið laust fundargerð Hafnarstjórnar. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég þá fundargerð upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru komin í lið 6, það er fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 81. Orðið laust sá fundargerð. Pálína, gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar. Eins og þið sjáið náttúrulega á þessari fundargerð þá er þarna og tíðrædd skýrsla Ráðríks sem liggur þarna undir í rauninni og þarna var náttúrulega samþykkt að formaðurinn, ég og hún Laufey, færum í það að móta hvernig vinnan færi fram. Við þurfum að búa okkur til stefnumótun fyrir allt sviðið eins og framkom í skýrslunni og ég held að það sé eiginlega mikilvægasta málið akkurat núna ef við ætlum að komast eitthvað áfram bæði hvað varðar sparnað og annað að við förum í það að móta einhverja stefnu. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur
og þarna var líka, sem sagt, vorum við að ræða fyrirkomulega styrkveitinga sem við sáum, sem að hefur náttúrulega bara mikið verið rætt þá í sambandi við frístundastyrki, hvort við að breyta fyrirkomulaginu á þeim styrkjum eins og við höfum haft það og fara yfir í frístundastyrki. Og ég hef nú verið eins og laufblað í vindi með þetta síðustu ár, en ég er nú eiginlega alveg komin inn á það að frístundastyrkir sem eru á í rauninni kennitölu barns sé það sem við eigum að fara í. Því að þá er þetta bara styrkur til barnsins í þær frístundir sem að barnið vill stunda og ég held að og það svolítið bara, hvað segir maður, það bara stemmir svolítið við það og stefnu sem við erum í. Ég meina það er fría skólamáltíð fyrir öll börn í Fjarðabyggð og hér kostar sem sagt fá öll börn skóla hvað segir maður? Það er sem sagt ekki, börn þurfa ekki að borga fyrir sem sagt blýanta og strókleiður og annað í skólanum okkar, þannig að það er gjaldfrjálst fyrir börn og með þessu móti þá væri bara öll börn jöfn í Fjarðabyggð, ekki bara þau sem eru að stunda kannski íþróttir sem eru að fá sem sagt niðurgreitt, heldur þá gætu verið í tónlist og fleiri. Þannig en þetta verður heilmikil vinna, eins og við vitum öll og þurfa allir að koma að þessu til þess að við náum góðum árangri í þessu ferli. Takk. Takk fyrir þetta, Pálína. Orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Það eru engin beðið orðið, þannig að ég ber fundargerðina upp til samþykkis þeir sem hana samþykkja. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Það eru komin í fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 33 og orðið er laust þessa fundargerð. Það eru engin beðið orðið, þannig ég ber fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 33 upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru komin fundargerð barnaverndarnefndar númer 124. Orðið er laust fundargerðina. Það eru engin beðið orðið, þá ber ég fundargerð barnaverndarnefndar númer 124 upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál 2. Lið 9, það er deiliskipulag Holtahverfis, óveruleg breyting og fækkun á breytingu lóða. Og ég mun mæla fyrir tillögu að breytingu deiliskipulags. Sem að vísa frá Eignaskipulags- og umhverfisnefnd til endanlegrar afgreiðslu bæjarstjórnar. Tillögu að óveruleg breytingu á deiliskipulagi Holtahverfis. Tillagan gerir ráð fyrir fækkun lóða og breytingum á lóðamörkum. Tillagan var ekki grenndarkynnt þar sem hún hefur bara áhrif á lóðarhafa og Fjarðabyggð. Orðið er laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp lið 9 til samþykkis. Tillögu óverulega breytingu deiliskipulag Holtahverfis. Þeir sem það samþykkja gefa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru komin lið 10, endurgreiðsluhlutfall vegna réttindasafns lífeyrissjóðs. Ég mæli fyrir tillögu af endurgreiðsluhlutfalli sem að vísa frá bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar, tillögu brúar lífeyrissjóðs að endurgreiðsluhlutfall árið 2021 vegna réttindasafns lífeyrissjóðs starfsmanna Neskaupstaðar í B-deild brúar lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélagsins verði 72% á næsta ári. Orðið er laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið. Þannig þá ber ég upp til samþykkis lið 10 að endurgreiðsluhlutfall árið 2021 vegna réttindasafns lífeyrissjóðs starfsmanna Neskaupstaðar B-deildar verði 72%. Þeir sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru komin lið 11, stjórnkerfisnefnd.
Bæjarstjórinn mælir fyrir þessum lið. Gjörðu svo vel. Forseti og góðir bæjarfulltrúar, eins og kom fram á 690. fundi bæjarráðs, þá var tók stjórnkerfisnefnd til starfa, eða var opnuð. Stjórnkerfisnefnd, eins og menn þekkja, er í raun og veru framlenging af bæjarráði. Það kemur að stjórnkerfi sveitarfélagsins og eins og komið fram og er í minnisblöðum undir fjárhagsáætlunarvinnunni, þá erum við að horfa til að nýta okkur tengslum við fjárhagsáætlunargerð, nýta okkur í tengslum við íþrótta- og æskulýðsmál, breytingar sem þarf að verða, þar sem starfsmaður er að hverfa til annarra starfa, er að flytja hér og samþætta starf hans öðrum störfum inn á sviðin og gera þar breytingar með fyrir huga svona framtíðarskipulag. Þannig að með það í huga og svo önnur þau mál sem upp á kunna koma til skoðunar í þessari lotu, þá er stjórnkerfisnefnd falin störf að nýju. Vonandi gerum við ráð fyrir því að hún vinni þetta svona eins fljótt og hægt er. Hugsanlega núna fyrir síðari fund bæjarstjórnar í desember, en með það fyrir augum þess vegna er það lagt til að hún verði starfandi og muni svo skilin tillögum sínum sem að endingu koma hér til bæjarráðs og svo til bæjarstjórnar. Það var ekki fleira. Takk fyrir þetta. Orðið þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykkis-lið 11 að stjórnkerfisnefnd taki til starfa. Þeir sem eru samþykkt í þessu geðmerki. Og það er samþykkt með 9 atkvæðum. Liður 12 lántaka 2020 lánasjóður sveitarfélaga. Bæjarstjóri mun mæla fyrir þessum lið. Takk forseti og góðir bæjarfulltrúar. Eins og kom hér fram þá í upphæði fundar, þá er þessi að ræða lið sem var á fundi bæjarráðs nr. 690, sem bæjarráð samþykkti sem tók fyrir áður samþykkta lántöku sem var samþykkt með viðauka 3 fyrr á þessu ári, í júlí á þessu ári sem lagði það fram, sem tengist lántöku á 500 milljónir, sem var verið að nýta núna í útboði sem var við að lána sér sveitarfélaga og hefur verið tekið þar á kjörunum 1,37% vöxtum, en engu að síður, nú er komið að því að þá sé búið að samþykkja lántökuna hér og viðaukann sem henni fylgir, þá jafnframt þurfum við að taka hana hér til umfjöllunar formlega og það sem þá bæjarstjóri falin undirritun lánasamningsins hér liggur til fyrir og hann þarf að fylgja sérstakt samþykki eins og áður inn til lánasjóðsins sveitarfélaga, það sem er bara kveðið á að hún hafi verið fjallað hann í bæjarstjórn einnig. Þannig að þess vegna var lyft upp hér sem sérstökum lið, en hefði sannlega átt að fara strax í upphæð hjá okkur inn sem sérstakum liður. Þannig að þetta liggur fyrir, hefur verið áður rætt hér og áður samþykktir á bæjarstjórn að taka þetta lán, ganga til þessa lánstöku á þessum, nú er þess liggja í kjör hennar fyrir. Það var ekki fleira. Þá er orðið laust þennan lið. Enginn beðið orðið og þá ber ég upp lið 12 til samþykkis lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga samkvæmt skilmálum sjóðsins. Þeir sem það samþykkja, það er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú er dagskrá fundarins tæmd og það verður boðið til næsta fundar með dagskrá, næsta bæjarstjórnarfundar þann 17. desember næstkomandi og ég þakka fyrir fundarsetuna og góðar umræður og segi hér með fundi slitið.